Þegar maður gengur bæjarfélagið sitt ýmislegt sem maður tekur eftir. Margt fallegt en margt kannski ekki alveg eins og skakkur ljósastaur eða skilti sem oft mála, brotin gangstétt. Og maður veltir fyrir sér hvað getur maður gert með þessar athugasemdir að maður bara bölvi hljóði. Hérna á Austurlandi á ráðast í verkefni sem heitir Úrbótagangan, þar sem bæjarbúum gefst tækifæri til að koma þessum skoðunum á framfæri. María, segðu mér aðeins Úrbótagangan, hvað er það? Já, þetta er bara nýtt verkefni sem við erum að fara í gang með á Austurlandi. Þetta er alveg nýtt á landsvísu. Þetta er fyrirmynd frá Svíþjóð. Þetta er partur af í rauninni, við viljum bæta ásýnd Austurlands fyrir bæði gestin okkar sem kom hingað og einnig fyrir íbúana og nýja íbúa vonandi. Þetta er liður í áfangastaða áætlun Austurlands þar sem við leggjum áherslu á bættari ásýnd svæðisins. Þannig að nú erum við að fara í samstarfi við öll sveitarfélögin í ákveðið verkefni sem heitir Úrbótaganga. Þar sem við förum í göngur saman, samfélagið, allir íbúar. Við erum búin að gera efni þannig að það er aðgengilegt líka á öðrum tungumálum. Og þar sem við förum saman í skipulagða göngum með sveitarfélaginu og tökum svona niður þar sem betur mætti fara. Og þá erum við ekki að tala um einhvern óskalista, heldur meira svona hvaða úrbætur og hvaða hlutir getum við auðveldlega laga til dæmis sem eru í umhverfinu sem við erum kannski svolítið blind á. Það er ákveðin svona dansinn þarf að taka því að þetta má heldur ekki vera það sem ég óta fingrunum að þessum og þessum, þessi verður að laga þetta og hitt, þannig að... Já, við erum einmitt búin að hugsa þetta mjög mikið og það skiptir gríðarlega miklu máli og þetta er ekki gert þannig að við séum að fara að gera svo dagsektir og þá sem mála ekki húsin sín sem eru standa við aðalgötu eða fyrirtækin sem taka ekki til ruslið sitt fái einhverja sekt eða annað, það er engan veginn þannig. Þetta er meiri svona hreyfing og samfélagsverkefni og svona hvataverkefni, við erum að hvetja þetta til þess að við horfum á okkar umhverfi og hvað við getum bætt og við setjum okkur kannski bara lítil markmið á hverju ári, ekki of stór og að sjálfsögðu erum við ekki að fara að benda sérstaklega á einhverja x aðila heldur erum við aðalega að horfa svona á þætti sem er auðvelt að laga sem að bæði íbúarnir þá geta líka jafnvel tekið þátt í að laga og betrumbæta. Þessi úrbótaganga, þetta er fyrir alla á öllum aldri því að skoðanir allra skipta máli í svona? Já, þetta er fyrir alla og eins og ég sagði þá er þetta aðgengilegt fyrir alla íbúa sem stöðlum tungumálum upplýsingar þetta og við munum líka að reyna að hvetja til dæmis bara leikskólan og grunnskólan og annað að fara í þessu göngu með okkur þannig að því þau sjá hlutina með öðrum hætti. Þau gætu til dæmis ef það væri rennibraut sem væri biluð og væri kannski allt annað í lagi þá myndi þau jafnvel sjá það, mér langar að renna mér en ég get það ekki, hún er biluð. Á meðan að við myndum kannski líta á aðra hluti, við erum ekkert endilega kannski að spá í það. En svo er þetta kannski litli hluti sem eru bara beint fyrir framan okkur í rauninni sem að... Eins og hérna til dæmis. Já. Þetta er bara í rauninni staður sem að ferðamenn eru og gestir og íbúar, við erum að labba hérna og þetta er í rauninni ónýtt gangstétt sem að þyrfti að laga og þetta er svona lítill hlutur í rauninni sem er samt frekar einfalt að laga jafnvel og þarna er einmitt eitthvað sem við erum þá ekki að fara að benda á þeir verða að gera þetta núna, við tökum þetta allt saman, forgangsröðum, hjálpum í rauninni sveitarfélaginu líka að forgangsraða og svo sjáum við líka hjá Austurbrú að taka saman eins og fyrir vegagerðin og aðra stærri aðila, ríkisstofnanir og annað, að því það eru vissulega margir hlutir sem er ekki endilega á hendi sveitarfélagsins. Og við erum auðvitað að gera þetta bara til þess að svo kom okkur upp ákveðnum bara gagnagrunni af í rauninni úttektum og hvernig í rauninni við getum þá verið í betra samtali við þessa aðila til þess að þetta verði gert meira skilvirkt. Það er mjög skakkur ljósastaur og þetta sér maður víða og einmitt líka eins og skökkskilti og annað. En þetta er einhver hlutur sem maður verður svolítið samdöðna og hættir að taka eftir þessu. En þetta er eitthvað sem maður þarf auðvitað að huga að og laga. Ég er bara mjög spennt yfir þessu verkefni og ég held að þessu verði vel tekið. Eins og ég segi þá er þetta engan veginn þannig verkefni að við erum bara að fara að skrifa upp einhverju óskalista. Því ég elska að hlaupa þá vil ég fá hlaupastíð þarna eða ég er svona þá vil ég fá þetta. Þetta er meira úrbætur á því sem er nú þegar til staðar og hvernig við getum í rauninni bætt umhverfið þannig og líka hvernig íbúarnir geta þá komið að ákveðnum verkefnum. Hvenær förum við í þessa göngu? Við förum miðjan maí á Egilsstöðum, þá byrjum við og svo rúllar þetta út á öllum stöðum í kjölfarið.